Hey besties, alla leið frá Króatíu. Tuning in live from Croatia. Hvað segir stelpur? Við erum með 2 gesti með okkur. Halló. Hæ. Það eru líka með okkur í Króatíu. Væntanlega. Mega flug. Svo er þið ekki hana. En hvað finnst ykkur? Þetta búið að vera svo gaman. Það ekki? Jú, þetta búið að vera svo skemmtilegt, sko. Já, og líka það er veðrið, ert að grínast. Geðvikt. Já, þetta er stjórnlega viður, sko. Hvað var í gerð? 37 stegar hiti? Já. 37 gráður. Hvernig komu? Hver var búin að vera lengi? Við komum flugum á þriðjudaginn, það var þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur, laugardagur, dag 5. Ok, fljótt að líða. Alltaf fljótt. Vá. Oh my god, erum við meira en hálfnaðar? Já. Nei, sko, Nei, hálfnaðar. Við erum með bann, þú veist, það er bannað að tala hvernig við fyrir heim. We shall not go there. Elskar líka, ég hendi bara í það fyrsta daginn, sko. Já. Fyrst var bara, það er bannað að tala um það það. er bannað. Það er alltaf að gefa mig bara kvíðakast. Ef maður talar hvernig maður fyrir heim, ég bara, nei. I just came Ég here. þarf þá framlengja frá það, Já. þú veist, var alltaf hér. Hún vil bara vera forever. Eins lengi maður getur. En það er búið að vera ógeðslega gaman og hérna, við glemdum náttúrulega að vera kynningur. Þetta er Eva Einarsdóttir og Magnea. Hello, við hefum nú báðar komið áður samt. Já, Báðar verið, já, tilboðsgestir áður. Klálega, of course. Our besties know who you are, guys. En hérna, við byrjuðum, hvað var það, degi 2, sem við tókum smá svona Midsummer Essie party. Já. Og við erum alltaf komin út með nýju Midsummer línuna frá Essie. Hún er hérna á borðinu hjá okkur fyrir ykkur sem er að horfa. Allan að brota henni. Very colorful. Já. Ógeðslega flott. Ég var að segja byrtu, ég held að þetta sé svona flottasta línan sem hefur komið. Það er svo mikið mitt vibe. Allir litirnir og þetta er eiginlega bara svona alveg eins og litapalettan sem við erum búin að vera í. Já, Þessi klálega. bleiki Hún er og svo on græni theme, sko. Já, hún er svo cute. Sjúklega sætt. Þetta er bara eins og, þú veist, hérna með litapalettan vera bara svona eins og einn flottur blómvöndur. Já, on greens. Fattið, þú veist, þannig að, og svo sá maður í Íslandi að hérna Gina og beautyklúburinn Essie held ógeðslega flott partí og það var svo mikið mynd af blómum og það bara, þetta passa svo vel inn í. Já, klálega. Ekkert smá ég hvað þetta partí var líka flott. Já, oh my god. Við þurftum alltaf bara að halda okkar eigið bara til þess að vera Já. í the vibes en út í Króatíu, sko. En okkur, það stóð bara, við stóðum okkur mjög vel í því. Það var bara mjög skemmtilegt og ógeðslega gaman að vera í svona midsummer outfiti og setja á sig hérna naglakka tósurnar og Einmitt. vera Við erum alltaf hana í cute. veðrinu, sko. Já. Klálega. Þetta er líka bara svo cute þema alltaf. Ég elska svona midsommar. Já. On greens, same. Og litapalettan ekki síðri, sko. Erum við eitthvað búin að vera að halda mikið upp á Íslandi samt? Midsummer? Alls Það ekki. vantar svolítið mikið. Það var Já. það, ég er alveg sammála því. Það er svolítið að koma Það er núna. ekki sænst eitthvað svona Einmitt. Mér finnst það er að koma, við finnum það. Já. Algjörlega. En það er náttúrulega líka, við erum búin að vera náttúrulega í sólinni og hitanum og við reynum svona að græja okkur á kvöldin og svona þannig að maður er mikið að pæla hárinu sínu Ó, já. og það er að hafa 11 K18 eða bara Reykjavík Warehouse yfir höfuð, hjálpa manni eða koma manni langt áfram. Já. En það er samt svona mesta eða svona sem okkur dætti í hug, svona hvað verður svona mesta suma varan eins og frá 11, það var að klárlega sísaltbrið. 100%, og líka beach waves are back. Já, Þannig they að are. það er fullkomið fyrir þetta beach wave look. Ég setti það líka í mig áðan áðurinni krullaða og það var það samt beachy. Já. Svo þarft ekki heldur að krulla það, skilur við. Já. Ó, Það er næs. mega næs. Ég þarf að fá það að lána þegar við förum á The boat. báti. Já. Það verður Já. allir bara wavy. Ok, Já. við verðum eiginlega. Já. Það Oh er my. so cute, já. Já. Sammála. Og svo notum við sísalt til þess að svona lock it in. Já. Af því að þú veist, þetta er svona eins og að dippa sér í sjóin, sprayið, án þess að verða það heavy blöytt að það leki allt úr, skiljið. Einmitt. En þetta er svona það kröns, þetta er svona... En mér finnst líka salt. strákar byrjar að nota þetta geðið mikið Já. fyrir voljúm og Já. eitthvað svona. Bara flestir strákar sem ég þekki er að kaupa þetta hárgræslustofunum sínum og svona. Og hvað verður það hárið harðara eða? Það gerir bara eitthvað svona fyllingu og eitthvað. Ó, ok, Mér good snýður to fyrir know. stráka líka. Já, þetta er ógeðslega næs, sko. Kæró. Já, klálega. Fullkomin fyrir Kæró í sumar, sko. Já. Herru, en áður en lengra haldið og kannski fá okkur eitthvað smá að drekka. Já, eða ég eitthvað. skal- Oh my God, það er fugl hérna. Big bird. Við erum alltaf bara hérna út af svölum, having a cozy time. Já, það eru örugglega svona fuglaljóð og engisprettur og eitthvað nísi. Já, það er Króatía búið ógeðslega næs, alveg bara geggjuð, en það eru pöttur. Það eru rosa mikið pöttur. Já. Hér eru pöttunar, sko. En við erum smá líka mikið. að sérstaklega bara við samt sundlega bakkan okkar af því að það er svo mikið gróður hana alveg upp við bekkina. Já. Einmitt. Bara Á rosa meðan mikið. þessi bjalla, þessi risastóra fljúandi Já. bjalla eða vespan sem er tvöföld kemur ekki upp á svalirnar. Það eru Þá er ég já, góð. ég var einmitt að hugsa á bara hvað það kemur eitthvað fucking ógeða og við erum að standa upp og hleypa í dyrkina. Grænu vespunni. Já, hún væri alltaf on vespunni. theme. Já, Bjallan. Ógeð, Hún sko. var samt svo fallega en ég var samt
ótrúlega hrædd við hana. Hún alltaf tók bara töskuna. Já, Hún var alltaf hún að eigna sér hana. Hún var svona shiny græn, en hún var svona stór. Hún var bát, hún var Og ég var að reyna að losna Þessi við hana. töskunum mína. Ég var bara, Eva. Þú var líka að elska að þú hefði bara tekið töskuna líka. Já. En hún gerði ekki neitt, hún var bara eitthvað, en ég var eitthvað föst. Ég vildi ekki með hana, en ég var svona farður svona please. Þannig að við vorum að hrista töskuna. Já, hún var bara nakkáing. Hún var bara, þú mátt eiga töskuna mína. Hún var holdið til hastið. You can keep it. Já. Nei, hún vildi bara með í gælipartíinu. Þetta var þegar hún var að gera okkur líka Midsummer Ready og eitthvað. Hún var bara, I'm here. Bara bjallan má vera alltaf með. I'm leaving. Ef hún vill. Af því hún var ekki ógeðsleg, en samt ekki vera hérna. Þú veist, hún var ekki fallið þegar hún var búin að setjast. Já, hún var fljúandi, var bara flókið. Já, svona hljóðið í henni. Herru, skálum allan fyrir þessari ferð eins og hún orðin right now. Og there's more to come. Já. Af frábærum, Gálesk. Rétt að byrja. Frábærum vinningum in the making, core memories. Ég held að það vinningu. Já, bara, eitthvað vinningar. Ég er með fullt af vinningum fyrir ykkur stelpur. Það er skemmtilegast við mig. Alltaf náttúrulega í einhverjum keppnum. Já, það er drókslega gaman. Þurfum við ekki vinning fyrir þessa keppni? Jú, reyndar, við þurfum eitthvað að græja það. Við getum kannski bara heyrt í netgíró eitthvað. Hvort við getum ekki gefið ykkur peninga inneign fyrir þessa keppnir. Já, inningar netgíró. Já, við erum búin að halda ykkur svona leika hérna. Það er ógeðslega gaman. Já, sjúklega skemmtilegt. En, já. Ég minna því svo skemmtilegt, sko. En það er Möggu finnst það sérstaklega skemmtilegt. keppniskapur, sko. Keppniskapurinn er mikill þarna. Já. Þú varst líka með svo hardcore keppnir að við vorum bara, já, á þetta Ég var bara komin í fitness þegar það var mér að gunna, sko. En svo var þetta svo gaman, en þetta var Ég held sko mitt var too much fitness, sko. Það var bara ein sundferð. Magga var með 4 sundferði og svona 10 burpees eða eitthvað, þess að mér leið þannig. Sippa, bara erstu eitthvað piluð? Já, sippa á bikiníinu, sko. Og orðnarlega alveg vel tipsi líka. Já. Drikkinn en það sem Arbegur og halda á lofti og maður var bara komin í eitthvað íþróttaskóla, sko. Það er fjör. En það er oft fólk sem, allan að þeir sem eru skráð hjá netgíró, þeir eru oft unni eitthvað vinninga. Þú voru að gefa ferð á fótboltaleik daginn og Bara fyrir að nota netgíró. Já, og líka eins og jólin hafa þau stundu gert svona random og svona ringt í fólk og borga jólareikningi þeirra. Það? Oh my god. Já, þannig að ég mæli með allan að vera saving the month, sko. Já, 100%. Þannig að maður heyri netgíró, kannski ég gefi ykkur vinninga fyrir þess að leika. Það var ekki Það er 100 skemmtileg, það er hella. Nei, þannig við mælum alltaf með því að vera allan skráður í netgíró því að you could benefit a lot. Good to know. Já, er það ekki? En svo við erum alltaf, þessi þáttur á að vera smá svona vinkonu breakups og við tókum það í áskrift og við höfum oft beðið Tepos Besties draugasögur og alls konar sögur og það er alltaf deliverað. Ég hef aldrei séð inboxið okkar springa eins mikið. Ok, ég er allir að landa í vinkonu breakups. Já, ég held að ándis allir hafi eigi ykkur að sögu. Tengi eitthvað við. Kannski þannig að hún endi vel í lokin, skiluru. Algjörlega. En ég held að allir tengi við þetta. Já. Sadly. Og við vorum eitthvað aðeins að ræða neyra sundlega bakka á þann. Topikið sem við varum að fara að taka fyrir og svona. Og þar voru að ræða að þetta er svo ógeðslega, vorum að reyna að spara það að ræða ekki þar, sko. Þess að ræða ekki Þess að erfitt að hætta að tala saman og geima þetta. Það er ógeðslega erfitt, en þess að það má bara setja mæk fyrir fram að sig og ít og rekk. Nei, en þú veist, að ég held að sé svo ógeðslega mikilvægt að það þurfa allir að læra að setja mörk og það líka í vinkonusambandi. Og þú veist, að því að maður er oft svona, já, ég og þetta skilið í sambandi, í þú veist, rómatísku sambandi eða, þú veist, makasambandi. En maður gleymur oft maður líka, þú veist, það er líka ákveðin limit sem er hægt að koma fram við þessi vinkona. Algjörlega. Og það er mjög mikilvægt að setja mörk. Vinkonum meiri séns. Miklu meiri. Já, hún er bara svona. Já. Maður afsakar vinkonu sína miklu meira heldur en maður myndi gera með kærasta sinn, sko. Algjörlega. Já. Ég nefnilega. Maður er bara hann fáið í gæð. Bara vinkonum bara, nei, þetta er bara hún. Æ, hún er bara, já, hún er bara Það eiga allir vinkonur sem var svona afsakar smá, svona já, eitthvað, þú ert eftir að elska hana en þú þarf að læra hana. Já, þetta gerir smá séns. Það eru líka ekkert allir sem passa saman. Nei, og þú getur aldrei verið allra og þú veist, það er bara þannig, skilur, en ef þú... Maður þarf einhvern veginn alltaf að ná að appreciata hvernig og eitt skilur mig og stundum bara passa fólk ekki saman. Þannig að maður er kannski einmitt duglegur stundum að, eins og þið segja, afsaka vinkonu sína, meira heldur maka sinn. Þetta er líka bara svona, þú veist, spurningum að læra bara, að því þú veist, þetta er svo oft sem þú ert kannski búin að vera í ógeðslega löngu sambandi innan gæsalappa með vinkonuðinni og þá eru bara ákveðin svona hlutir bara svona, þú veist,
þá ertu fann að láta að hafa ákveðna hluti og líka bara svona, nei, við erum búin að vinkonu sem voru 2 ára. Þá finnst þér eins og þú getur ekki breytt samskiptunum eða eitthvað þannig. En svo náttúrulega, þú veist, makasamband er eitthvað allt öðruvísi. En oft ertu bara búin að eiga vinkonu, geðveitt lengi. Það hefur alltaf verið eitthvað off, en þið finnst þú seint að breyta eða of seint að call it out, sem það er aldrei. En held það svo ógeðslega mikilvægt stundum bara að fara yfir, já, ég á líka gott skilið þarna og ég á líka skilið að þessu komið svona fram með mig þarna eða hinsegin skilið. Algjörlega. Passa orkuna í kringu sig. Já, en bara ef að kærastupar vex í sundur, þá hætta þau saman. En einhvern veginn ekki með gamlar vinkonur endilega. Þú veist, þá er svona meira verið að reyna að halda í eitthvað sem er kannski bara ekki til staðar lengur. Já. Það vantar eitthvað, við rættum þetta einmitt í áskriftinni, það vantar eitthvað svona orði við að þú vilja hætta með vinkonin. Stundum fær maður bara nóg og bara vill ekki vera lengur, við erum bara búin að vaxa í sundur. Þú veist, það er ekkert svona hætta saman, svona eins og með bara, já, við erum hætt saman, bara með maka. Það vantar eitthvað svona gott orði yfir þetta. Þú veist, þegar fólk er bara, akkur er þú ekki lengur með þessari, skilur við? Já. Það bara, þá getur ekki sagt bara, við erum hætt saman. Nei, mitt. Maður þarf einhvern veginn að útskýra fyrir fólki af hverju maður er ekki eða bara svona, þú veist. Af því þú þarft að segja söguna þá, þú vilt kannski bara segja við erum hætt saman, skilur. En að segja með við erum hættir að vera vinkonur er kannski ekki rétt líka, þú veist, þeir eru kannski alveg góðar, þeir eru bara ekki alltaf saman lengur. Í Bretlandi var oft sagt, þú veist, we fell out. Já. Þú veist, og þá var það er gott enstorð yfir því, það er ekki til íslenskt orð yfir því. En það er svona, það er svona oft mjög mikið tengt rifrildum, sko. We fell out. En maður notar ekki nógu mikið bara we grew apart. Já. Æ, skilja, þú veist samband. En það sem hljómar eins og samband. Já. Satt. Þetta er erfitt. Já, það vantar eitthvað gott svona lingo fyrir þetta, sko. Vil ég fara að kíkja okkur þessar sögur? Já, ég er mjög forvitin, sko. Já, við settum líka í story hérna með, að það er ógeðslega mikið viral TikTok núna, svona, þegar, þú veist, vinkonuhópurinn náði ekki að þú veist, meira out of the trip, ég get ekki sagt þetta á íslensku. Já. Og þú veist, fara til útlanda og koma tilbaka og engin vinkona, skilur við. Það er alveg öðruvísi líka þegar að, þú veist, margar stelpur fara saman til útlanda. Þú veist, maður er ekki að kynnast manneskinu upp og nýtt, en maður er að kynnast manneskinu öðruvísi. Þetta er svo að búa með ykkur, svo búa með vinkonu sinum, það verður alltaf eitthvað skona ágreiningur. Og líka oft ef þetta eru stóra vinkonuhópar, þá eru kannski ekki allar í hópnum bestu vinkonur. Nei, þú veist, ef þetta er svona, þá er kannski meiri líkur á að eitthvað komið. Já, bara einhverju líður skilur út undan eða eitthvað þannig, eða einhverju skilur ykkur út undan. Já, svo þú veist, getur gerst líka myndist óvart svona smá klíkur, eða það er klíkur sem að það. Eða svona, þú veist, hópar skilur bara, ok, þið eru á efri hæðinni, þannig þið eru alltaf saman að græja ykkur, þið eru, þú veist, á neðri hæðinni, eða þið, þú veist, með, skilur. Þannig að það getur líka verið svolítið svona stundum þarf maður líka að passa sig að muna bara don't take everything too personal. Já, klálega. Já, algjörlega. Af því að þú veist, maður getur alveg dottið í þann gír líka. Já. En við spurðum þess að hefurðu lendið í að þú og vinkonaðinn hættu að vera vinkonur í girls trip? Bara í trip? Já, bara útlandaferð. En það voru, nú er ekki það langt sem við settum þetta inn, en það eru 17% já. 83%, nei, það er gott, það er ekki í meiri hluta allavega. Nei, það er frábært. Það sjokkar mig samt að sé einhverju, að ég hef aldrei heyrt þetta gerast. Nei, ég þekki engan. Persónulega, skilju. Ég þekki engan persónulega. Hvað er það erfitt að bara svona fara út í ferð? Þú veist, og hvernig gerist þetta? Hættið, innan gæsar aftur, hættið saman og ertu bara ég flogin heim, þú veist. Einmitt, maður sé þetta á TikTok. Ræða þetta úti og það verður drama úti eða gerist það heima eða láta bara sem ekkert sé og svo bara nenni ekki að hittast aftur kannski að maður er laður ekki að mikið einhaldi eða eitthvað og kannski ferði þá myndi ég alveg fara heim. Ég væri bara, ég endur bókað mér bara 5 stjörnu hótel og það er bara ein þar frekar. Já, sko. Ég bara þeir ekki bara senda mig heim, sko. Nei. Bara láta ekki ferðina fyrir manni sjálfum, sko. Já. En fyrsta sem kemur inn, ok, er búið að vera vinkonu breyka við Króatíu ferðinni. Þá er þetta fólk við væri bara einu úti og við erum bara að rífast bara eða eitthvað. Við bara, let's make an episode. Og ég var bara heim og að ræða þetta líka. Eða farin heim og við erum ekki vinkonu lengur. Þetta grínað. Það hefði fleiri lent í þessu. Já, það verður svo mín. Ég var ekki eins og komin heim. Ég bara byrjaði að taka. Ég held við gætum ekki verið að taka þetta topic ef það væri eitthvað. Nei. Þá væri við endalist skotum og eitthvað. Þetta fáum bara hérna. Og ég spáði að eitthvað myndi samt gera það. Já, það er topicið. Bara rífast.
á staðnum með myndavélina í gangi. Tölum þetta út. Já, með myndavélina í gangi. Bara alltaf að ná í bara mækana bara, já, tölum þetta núna. Þá eigum við alltaf samræðina líka. Þú sagðir það ekki. Jú, við getum spilað. En nei, alls ekki. Það búið ótrúlega gott væp á milli okkar allar en þannig að það alls ekkert þannig í gangi. Fyrir eins og alltaf líka, þú veist, við höfum allar hérna ferðast saman, þú veist, ok, við höfum ekki farið með þér aður, en þið höfum alltaf oft farið saman og eitthvað svona, þannig að ekki eins og við séum eitthvað að kynnast ferðamannskynni. Nei. Nema því náttúrulega bara kynnast Magni sem ferðamannskynni. Já. En við höfum bara hýrt góða hluti og all of them are true. Já. Alltaf besti tourguide-in í heimi. Sér að velja veitingarstaði og eins og ég alltaf að segja bara, þetta ekki eitthvað svona training fyrir mér að þurfa að fara og velja veitingarstaði, velja strendur eða beach clubs eða eitthvað svona. Þetta minnst actually geða skemmtilegt. Já, það geðveikt. Það svo mikið mest að hafa eitthvað svona í hópnum, sko. Það svo mikið kostur. Það er geðveikt. En hérna ein saga hérna. Fór með fjölskyldurinn minni og bestu vinkonum minn til Krítar og hún fór í 4 af frændum mínum. Átt. Mikið af frændum. Já. Bara í ferðinni sjálfri? Ferð, já. Interesting. Voru öll saman. Já, skilur. Tóku þess bæðifsum. Þetta eru frændur. 4 frændur, já. Þeir eru frændur náttúrulega. Já, en þeir samt allir að sofa hjá sömu stelpunni. Já, en voru þetta ekki saman? Er það skrýtnara? Já, það eru frændur. Ég skil bara ekki hvernig svona gerist. Þú veist, þetta allt í leyni eða... Einmitt. Þú veist, fara þeir svo ekki... Strákar tala það saman, sko. Þeir tala saman, sko. Já, og hvað var þetta löng ferð? Þú veist, hvað var þetta bara night after night, eða? Já, við ætlum að rætta vona það smá tími. Kannski var það bara krossós. Kannski gett líkir eða kannski þetta fjórbrass. Já, einmitt. Nei, en ég skil alveg að það smá svona, maður verður kannski smá off. Já. Þú ert kannski að koma þarna að vera með vinkoniðinni og endar að vera bara með öllum frændum hennar, skilur við. Já. Það sko Vespa hérna og ég bara svona að reyna að make sure hún sé ekki að fara á mig, sko. Nei. Ekki segja okkur. Sorry. Nei, bara, act like she's not there. Þú veist, þetta bara partur af þessu, við þurfum bara að vera saman með henni. Ef hún fyrir að fljúga á þig, þá hefur við fullan rétt á að hlaupa burtu. Yeah, I will. Það allt í góði. Já. Svo hérna næsta, þetta sko bara question box, svo eru við með alveg sögur í e-mailinu. En það sendur inn hérna, pro tip, ekki ferðast með gælum sem nenna engunum að chilla upp á hóteli. Já, Ég sko, það sem ég finnst þetta voru búin að ræða fyrir hvers konar ferð þetta væri. Að þess kannski eru sumir bara leiðin út í þannig frí. Já. Og þá kannski ein með expectations að það sé öðruvísi og hinn með expectations að það sé hinsegin. Það þurfa allir bara að setja væntingarnar sínar á sama stað, það ekki? En þú veist, til upp á hóteli, hvað vinkonan að gera upp á hóteli? Já, mér finnst það skipta mjög miklu máli. Já, bara að vera út á strönd, þú veist. Já. Það er svo mikilvægt að... Púl, þú veist. Já, einmitt, þetta er svo stórt spurningverki að það. Ég er sammála. En ég er samt mjög sammála því sem hún segir, þó það sé undantekningar á bara hvernig chillið er. Það segjum að þú sé bara 5 stjörnu hóteli með öllu bara inn í skilu hótelinu og fólki er bara, ég ætla bara að vera hér, borða fría matinn sem ég er búin að borga fyrir hér. Þú veist, það skilji það alveg, en ég myndi þá bara ekki fara ferð með hann í fólki. Nei, þú bara því. Einmitt, þú bara ræði þetta fyrirfram, bara svona, erum við að fara að skoða, erum við að fara að gera þetta. Þú veist, eins og bara þegar við fórum til New York, skilur við 2, hvað ef ég verið bara svona, herði, mér langar bara í frí þar sem ég bara chilla og sef bara svona mömmu frí, skilur við, þá eru svona, ok, þá kannski bara erum við ekki að fara í þessa ferð, eða þú veist, en að því við vorum báðar búin að ræða, eigum að gera þetta, eigum að gera hitt, þannig að við vissum báðar, en þá hefði líka verið mjög skrítið, við komum út og ég ætla bara að sofa. Þannig að þau hefði líka ekki valið New York. Nei, ég tók það bara sem dæmi. Þá ferðu kannski á eitthvað boring áfangastæði bara til að chilla, sko. En mér langar líka að vita bara hvað gangið þau á grúppchatinu, þú veist. Já. Inn á grúppchati hjá stelpum, þá vanalega verið að hendinni, gera þetta. Manneskjan hlýtur að vera bara, herru, mér langar bara að hanga upp á hóteli, sem ég bara myndi aldrei nenna. Nei, en þú veist, eru þær 2, eru þær 4, eru þær 5, hvað eru þær, ef þær væri 2, no thank you. Alltaf hljómar sem gellum, það hljómar fleirtala, þannig að kannski bara 3 eða fleiri. Já. En ef það eru fleiri og ein vil bara sofa lengur eða eitthvað, þá fara hinn að bara gera eitthvað annars. En það er hún segir gellum, hún er greinlega ein sem vil explora eða eitthvað þannig. En þá er kannski bara gott líka að gera gott itinerary, þannig að þið vitið hvað þið er að fara að gera áður í farið. Nákvæmlega. Ef þið mætið út með ekkert planað og engin magniða til að nenna að skoða alltaf á staðnum, þá
þá þau bara til upp á hótelið, skilur, það þarf alltaf að vera eitthvað planner og líka bara vera duglegur að segja bara, hei, getum við komið út bara neina að gera það fyrir mig. Bara, mér langar svo að sjá þetta og mér langar að vera með ykkur og ég held að vera geggja væp eða bara gefið því séns. Akkurat. Við erum geggja eins og við erum búin að vera að gera þetta, þú veist, vöknum snemma, förum út á Sundlaugarbakkann, erum að chilla, tana og svo, þú veist, þegar líður á deginum, klukkan 2-3, þá bara svona byrjum við og gerum, þú veist. Það er alltaf nokkri dagar búin að vera þannig og mér finnst það að vera geggja því að við erum alltaf að gera eitthvað. Eða með byrjum með padel og svona, þú veist, þá svo notalegt að fara síðan og chilla á bakkanum eftir það. Skilið líka, ég er bara að leggja mig hérna á Sundlaugarbakkanum. Bara styrta bikini út. Svo kósi. Svo næs. Búið svo skemmtilegt. Ég mæli svo mikið með þið bara að þið farið til Sólands að leita padelvöllum. Þetta er skemmtilegt. Sérstaklega svo group sports, ef við erum saman, skilur þetta bara, það eru allir saman, það er allir að gera eitthvað, þú veist. Þetta er svona... Þetta tekkar svo mörg box, þú veist, þetta er hreyfing, fun activity, maður er út í sólinni. Já. Bara steps in og allt saman. Og náum að drekka mjög mikið vatn þarna. Maður gleymir ekki að drekka vatn í padel í 30. Þetta er mjög svona góð leið til að byrja daginn og vínið er ennþá betra eftir svona morgun. We deserve it, sko. Ég elska líka að allir elska þetta. Allir. Það var leiðilegt, það var ein manneskja væri bara, nei, mér langar ekki og þá bara eitthvað 7 sem vilja og 1 getum ekki einu svona náð 2 padelvöllum, skilur við. Það við værum ekki að ná öllum fram á morgnana nema af því að við erum að fara í padel þá er bara let's go. Ég var ekki bara að pæli þau, kannski pæli það væri bara ein mannski sem hatar padel. Þú er ekki að segja það, ég er alltaf bara að spaðan bara ekki að nennu þessu alltaf að reyna að skemma fyrir öllum eða bara mætir ekki og þá erum við fókt Já, þá er þetta ónýtt, sko. Damn, við erum mjög heppnar. Gústi var smá wildcard en hann elskar þetta mest af öllum, held ég, sko. Hann var áðan bara, djöðli gaman í padelmaður. Hann bara, ég líka orðin alveg góður. Já, hann er orðin mjög góður, sko. Við og Gústi og Bensi og Magna erum búin að fara nokksunum, þannig að við vorum búin að kynna honum fyrir sportinu. Já. Ég elska líka í byrjun, þá var hann alveg efaleg. Getur aðeins svona útskipt fyrir mér reglur? Ég man þetta ekki alveg. Svo allt einu hann bara komið í fyrsta seti með Sönni hérna. Ég var með honum nefnilega í fyrsta leiknum úti og svo bara eitthvað svona 2 leikjum setna þá var hann bara einhver meistari í padel. Okay. Það er ekkert smá fljótur að ná þessu, sko. Já. Við alltaf í padel. Já, og þeir bara taka 2 tímar og jafnkóður og við. Ok, brandi, sko. En já, ok, næsta saga, eða hérna, var til dæmis brjálu vegna þess að ég vildi ekki fara á Mackie D's á hverjum degi. Á hvað? McDonald's. Þannig að eitthvað vinkonarnar hefur orðið brjálu út í hana að því henni langaði ekki að fara á McDonald's á hverjum degi. Hverjum langar til að fara á McDonald's á hverjum degi? Sumir eru þar. En getur maður samt ekki bara getur hinn ekki bara fengið sem McDonald's og ekki en ég segja með þessu 2 þá er kannski þessi mannski búin að borða og þú ert að fara ein út að borða það er svo leiðilegt að fara út að borða og þú ert ein að fá þér eitthvað. Það er ömurlegt ef þetta vera eitthvað hádegismatur eða kvöldmatur en allt í lagi ef önnur að grípa sér eftir djammi eða þá bara ferð þú með og myndir maður sem fer að brjála þér. Nei, ekki þannig, en mér finnst ógeðslega pirrandi ef einhver væri bara vildi McDonald's alltaf í hádegismat allan dag. En vinkonan var brjáluð út í hana. Já, fyrir að vilja ekki. Já, maður myndi aldrei vera brjálaður út í vinkonu sinni og myndi ekki langa bara you to you. Já, meinar. Þetta er öfugt. Ég held líka að það var öfugt. Já, oh my god. Bara hræðilegt. Guð. Já. Það er leiðilegt að heyra. Ég vona að koma betri vinkonu en það. Hún hitti eldgamla vini, lét það eyðileggja 2 kvöld, tók það út af mér, ljót orð og ekki í fyrsta sinn. Þannig að það voru í ferð og hún hitti einhverja old friends. Já, lét það eyðileggja 2 kvöld. Já. Þannig að segjum að við myndum bara hitta einhvern hér sem eru gamli vinir og það skemmir einhver kvöld, já, það er frekar glatað, sko. Það er mjög leiðilegt. Já, og líka sérstaklega maður að fara í ferðina með mannesku. Já, en líka því að þú veist, það er ljót orð, hún tók það síðan út á henni, ljót orð og ekki í fyrsta sinn, þannig að þetta hefur ekki verið, mér líður eins og það hefur ekki verið góðar stundir með þessum gömlu vinum, skiljið, þú veist, ekki það góði vinir, hún getur verið bara, ég kynna þið fyrir þessum meisturum, skiljið. Já, nákvæmlega. Það getur verið eitthvað svona smá erfitt. Það fær líka svo eftir hvernig maður gera það, þú veist, þegar maður er að hitta annað fólk sem að
hinn aðeins þekkir ekki á svo mikilvægt að vera bara þetta hérna Eva, það kynni ykkur vinkonu minni og vera svo bara með henn allt kvöldið þóttu sérst, þú veist þú ert enjoy yourself með hinnum að þessi minn verður nummer 1 þú ert nummer 1 með manneskjunni sem þú fórst til útlanda með og svo ef að væpið þannig að það er gaman að hafa ykkur með sem þú rekst á þá er það bara geggjað en þú veist, ef ekki, þá verður maður að spotta það sko. Já, hlulega. Það er alveg rétt sko. Úff, það er leiðilegt að heyra. Já, umlegt. Hérna líka, ég fór í æfingaferð, ok, ég veit að þessi sendi okkur síðan e-mail, ég ætla bara að lesa það þar, að þar klárar hún söguna. Svo er einn þetta segir hérna, þær skildu mig eftir á lestastöðu í Ítalíu þegar ég var í stærsta kvíðakasti ever. Úff. Új, það er bara eitthvað sem maður gæti ekki fyrirgefið sko. Já, líka ein eitthvað stærri útlöndum. Já. Það er bara hættulegt. Það er ekki fallegt. Nei, það er mjög ljótt. Já, maður myndi ekki gera vinkonur sem þetta í útlandum, sko. Nei. Maður skilur margar saman. Sérstaklega, já, bara 100% sama hvað, en sérstaklega ekki í útlandum. Einmitt. Bara það er hræðilegt. Já, bara ég er talað um í útlandum sérstaklega. Já. Þú getur alveg skiljaðan eftir kannski heima þessir eða eitthvað. Ég veit ekki. Getur það kannski. Hættum ekki að vera vinkonur en tölum ekki 2 daga búin að vera of lengi saman. Já, ég skil. Ég var ennþá að fatta þetta. Það er cute. En er það samt ekki bara... Það er bara svo smá sjokk fyrir kannski suma, bara við tölum ekki saman 2 daga. Já, bara En þá voru það bara að taka smá bara pásu. Það er heilbrigt líka. Já, bara hlaða batteríinn og... Já, mér finnst það mjög heilbrigt. Mér finnst mjög næst, þú veist, þegar maður er búin að vera sósíalega svo ógeðislega mikið. Að bara, þú veist, fara aðeins til hliðar og svo bara koma, þú veist klárlega en betri, saman hvort það sé í ykkur vinasambandi eða hópum eða hvað sem það er, skilur Það þurfa allir, sko. Já, þú stjórnar líka á þinni orku sem þú ert að gefa frá þér. Að þú ert bara, wow, ok, ég er að verða eitthvað smá tense eða ég þarf bara smá svona time out. Þá er bara ábyrgð að gera það sjálfur þess að fara síðan að láta það bitna á fólki ef þú gerði það ekki. Já, ég held að margar þessar sögur gerist af því að fólki er ekki að bara svona aðeins að hlaða batteríin upp á nýtt og social media klárast náttúrulega bara ef maður er ómikið með ykkur fólki. Já, algjörlega. Þú þarft ekki að vera með bestu vinkonum einasta degi. En ef þið geti það, skilur þá það er ekkert allir sem geta það. Nei. Svo líka því að, þú veist, maður er með mismunandi, þú veist, maður dreynast mismunandi með mismunandi manneskjum. Það er ekki að meina, þú veist, það eru svona leggst manneskjum sem þú finnur bara dregur aðeins meira úr þér heldur en aðrir. Þannig að líka bara kunna svona veg og meta það. Þú veist, það eru sumir sem maður getur verið í kringum og maður bara, og ég finn ekki eins og fyrir því. Þú erum bara komið svona comfortable silence og bara, allt þannig. Getur bara chillað í friði, bara í sigur lagi. Þannig að þú veist, það er líka svolítið að vera líka ábyrgð á því að þú veist, passa orka sem verði ekki léleg, Já, klálega, og líka bara stundum ef maður bara ógeðslega sjálfur tæpur, skilur og maður þarf bara svona kannski að draga sig í hlið bara því að bara maður er emotional eða eitthvað yfir einhver stærri tíðarhingnum eða eitthvað í gangi og þú vilt kannski ekki láta bitna á neinum og það kannski bara að draga þetta til hliðar í smá stund. Mér finnst það mjög heilbrigt og bara, mér finnst það bara sína karakter og bara sterkar eða þú getur gert þetta algjörlega. Ég held ég get ekki sósíalisa akkurát núna, þá ætla ég bara að draga mig smá í hlið. Já, klárlega. 100%. Í staðan fyrir að vera bara eitthvað, þú veist, segja eitthvað sem þú kannski sérði eftir eða eitthvað skilji. Bara, þú veist, og kannski bara láta fólk, bara, þú veist, þú þarft þess ekki einu sinni, en þú getur láta fólk vita bara að aðeins í time out, skilur, þú veist, og það er enginn að fara að taka því eitthvað illa. Svo kannski sumir þurfa bara að fara inn herbergi með blösstækin sín og... Já, einmitt, það er bara stundum þannig í gæliferðin. Stundum er það bara þannig. Ég var klukkara í gær upp í herbergi, kannski var ég bara með húmina sem er í gangi, við veitum það ekki. En blöss ferðast það nú alltaf með okkur. Já, blöss kemur alltaf með, svona það líka hægt að kaupa svona ferða. Eva, þú vannst hérna á Keiluhallakvöldin okkar. Já, svona lilla, ég ætlaði að taka með. Nei, það var eitthvað svona mini. Já, það er svona, hérna... Bara svona nokkur skipti. Já. Hvað er það bara ákveðna mínútur? 90 mínútur? Er það 90 mínútur? Já. Sniðugt. Ótrúlega sniðugt, sko. Ótrúlega sniðugt, þannig að blössi með allt fyrir skemmtilega ferðir. Hvað sem það er í vinkonuferðir, eða makaferðir, eða við má vita hvað. You do you, bara. You gotta do you, sko. Ég held að sé alveg svo leis. Herra, maður sjá hvað meira hérna. Hún þurfti að fílustjórna öllu og allt fór böndurum, vinkonur lengi en fyrsta útlandaferðin. Fílustjórnin er alltaf mjög erfið, sko. En þarna mitt kemur það aftur. Þið geti verið ógeðslega góða vinkonur, búin að vera vinkonur lengi og farið til útlanda, flytja inn saman, eitthvað sem er rosalega náið, þá svona
kynnist maður oft manneskjunni öðruvísi. Já, akkurat. Já, og svo ámaður líka bara fullt af vinkonum sem eru mjög skemmtilegar en það eru samt kannski ekki ferðavinkonum hans. Þetta er bara allt öðruvísi. Þið getur ekki ferða saman eins og kannski maður á vinkonum sem maður vilja bara chilla på hóteli, og þú kannski vilt vera meira þú vilt gera eitthvað annað, eða bara velja kannski ferðast á öðruvísi budgeti en þú akkurat, það er líka allt í góðu, getum alveg vinkonur og allt það og bara þú veist, maður á kannski ógeðslega skemmtileg kvöld með þeim á Íslandi en þær kannski hafa bara ekki jafn gaman af því að þú veist, gera sér til eða fara út að borða eða eitthvað svona kvöld eftir kvöld við náttúrulega tengjum allar það elskum að gera eitthvað til, elskum að taka myndir við hefum bara góða klukkutíma bara saman hverjum degi að taka myndir og okkur finnst það gaman það var ekki leiðilegt að væri einhver sem væri bara ógeðslega miðsýn þegar við vorum að því en við erum líka bara góðar að gera það skemmtilegt við fáum okkur vín og erum bara þú veist, að spjalla og gera þetta bara skemmtilegu mómenti og setjum tæmer það er fyrir strákana, það er ekki okkar vegna það er mjög sniðugt líka alveg okkar vegna svo eins sé ekki bara í 20 mínútur að taka myndir og hinn bara í 3 ári líka bara svo þú setur smá pressa sjálfa þegar maður nennir ekki að vera að taka 100 myndir, það er 100% einhver einn góð eða 2-3 líka maður er aldrei að posta seinustu myndunum það er stundum þannig það var en þú veist, maður gæti alltaf fundið líka í fyrri algjörlega klálega og þegar líka þegar maður er úti þá er svona aðeins meira svona pressa finnst mér the pic skilur er þessi eitthvað maður á bara að posta öllu það er svona mitt mót post the content post it why not, þetta er bara minningabókin bara skemmtilegt þetta er líka búið að vera gaman, við erum alveg búin að vera að taka myndir panta okkur drykk, gera okkur til taka myndir, panta okkur drykk og svo setjumst við allar, erum að skoða myndirnar og þú veist, sína okkur annar þessi, hvernig finnst þessi og þú veist, einhver er að velja og þetta er alveg svona, þú veist þetta er svona hope activity smá. Það er alls ekki allir sem tengja við þetta og ég skil það 100% en að við séum saman er ógeðslega heppilegt að við séum allar njóta okkar þegar við gerum það. En við erum líka alltaf bara úti í sólbaði, þú veist, það var annað ef þetta þyrfti bara allir inn í sikkert hotni að skoða myndirnar, þú veist, það er gaman allt svona í kringum þetta. Algjörlega sammála því. En við erum alltaf búin að vera að ferðast núna á milli staða, alltaf með Uber sem er ekki á Íslandi en Sunniva, við tókum alltaf heilan hoppdag daginn á Íslandi og ég eftir að segja ykkur frá því við tókum bara heilan dag í challenge í samstarfi með Hopp að bara ferðast með Hopp og fólk var bara svona að byrja ætlaði bara að vera rafskutum í allan dag við bara, nú og þetta var líka alveg svona stór event dagur hjá okkur ég held að vera að ljúga, ég var eitthvað stelpur þið fóruð ekki að hopphjólu með allt dóti upp í Egilshöll nei það var svo margir sem komu upp í Egilshöll og vorum eitthvað svona að tjekka hvernig stað var og við bara, við erum að taka hoppdag og hann bara eitthvað vá, vel gert hvernig, hvað tók okkur langan tíma að koma hérna? Við varum bara svona 10 mínútur en þá notuðum við deilibílana þú veist, til þess að skuttlast inn á milli þá getur við bara opna bíl alveg sem getur opna rafskutu bara hopp deilibíl bara og bara keyra, þú veist og svo eins og þú veist, það var ekki parking nálægt Egilshöll, þá gátum við bara pásað en þú veist, endum ekki, þú veist, sessinu okkar. Þú mátt ekki enda rætið í Egilshöllin, það er einhver X-svæði, skilur. Þú veist, fyrir utan höfuðborgarsvæði, þá er kannski svona þjónustusvæði sem þú þarft að leggja bílnum. En það var allir ekki þarna, það var ekkert máli, gott samt bara hoppað inn, fara eftir út, hann læsist alveg og enginn kemst inn í hann. En okkar session meðan klárast ekki. Það var rosalega sniðugt. Það er svo tætt líka ef maður hoppa inn einhvers staðar og þá er ekki einhver sem búin að taka bílinn og bara stressa svo nei, við getum alltaf pásu og getum bara dóti í bílnum og það er geðveikt sniðugt ég er bara að sé þessa bíla á götunum en ég hélt alltaf að það væri bara, þú veist bara starfsmenn þú veist, bara starfsmannabíl fyrirtækinu, svoleiðis nei, þetta eru bara bílar sem þú getur leigt og eins og var að segja, þau eru líka með svona mismunandi stærðir af bílum, hann eru líka með svona smá sendiferðabíla já, ég sé hana blótt ok, þetta er ekki það er til bæði, líka til starfsmenn það er líka til svona starfsmenn sem laga skúturnar náttúrulega, þau eru líka svona stórum bílum en þú getur líka bara, og þau voru að segja ykkur hoppa ótrúlega margir sem bara taka þannig bíl fyrir íkjaferð og eitthvað þannig ógeðslega sniðugt. Mjög sniðugt og við höfum oft þurft þetta þegar með liveshown okkar. Minn góður. Við höfum bara verið í feitustu vandræðum bara að reyna að finna okkur eitthvað sendiferðabíl og á 0,0 fyrirvara því að þannig virkum við. En svo enduðum við kvöldi að við fórum síðan bara á deilibílnum sem var ógeðslega þægilegt. Bara ég fór til mín, fór í sturtu eitthvað, náði dótið mitt, pásaði hann bara fyrir utan heima á mér, fór til Sunnu, pásaði hann bara þar og meðan við kláruðum að græja okkur. Svo keyrðum við á niður í bæ, gátum lagt hvar sem
þurftum ekki að borgað stæði og lokum hann bara og skildum hann eftir þannig að allt rifildi með hver ætla að skilja bílinn eftir niður bæn, en ykkur að fara á bíl getur ykkur, það er búið þér að gefa mig bara mesta hugmynd í heiminum sko. Ég veit að þetta er svo sniðugt og svo af hverju erum við ekki að gera þetta meira? Ég skil það ekki. Við erum alltaf að skilja til bílum. Já, við erum alltaf bíllausar. Já, stopp sko. Við erum algjör en svo bara vorum fá okkur að borða og við fengum okkur vinglas með matnum og við mættum upp í Keiluhöll og þá tókum við bara hopptaxa. Oh my god. Hopptaxa? Já, sem verka alveg eins og Uber. Stelpur hætti þið núna. Já, þú bara sér hvað langt í hann, þú bara sér nafnið, þú sér bara, þú getur sendt skilaboð. Ég sjokkt hérna. Ég veit, þetta er amazing. En ég notaði þetta líka daginn og hann var svo fljótur að koma, ég var búin að bíða eftir leigubíl, prófaði bara að setja í þetta, hann var komin eftir 2 mínútur og maður fremst í röðina þannig, og maður sá bara verðið og allt þetta geðveikt næs og basically bara eins og Uber. Já, þetta er bara Uber. Þetta er bara Uber. Og líka bara Hopp Uber. Fer náttúrulega bara stystu leiðina og þú veist, maður er miklu fljótur að komast heim þegar það er ekkert eitthvað svona, verið kannski að taka maður er ekkert að stressa sig að þú veist, mælirinn að fara upp í 20 skall eins og ég hef að segja, þess að hann drífur hann sig bara heim það er búið að gefa verðið hann þarf ekkert að hæja sér fara óvært vitlausa leið eða eitthvað svona, þannig að ég var bara vá, ég aldrei verið svona fljót heim í bænum svo sniðugt, þetta er hags við vildum bara skjóta sinni að því að við erum að nota Uber hérna úti þannig að mynd okkur á það bara, maður verður að duglega að segja heima svo sniðugt hafið ekki líka segja hoppar rafbrauðið Já. Ég er alltaf bara hoppill, rafbrauð. Það minnir mig bara á því, rafbrauð. Já, sammála. Oh my god. En þið vinkonurnar getið tekið, þið sem eru ekki í vinkonur-break-up getið tekið hoppdag saman. Já, þau eru ekki að rífast hérna. Já, það er líka skemmtilegt challenge. Það var ógeðslega skemmtilegt. Ég ætla að klára hérna hvað var sendt inn í question box. Við plönum 2 vikna ferð og hún fór eftir viku án útskýringar og höfum ekki talað saman síðan. Þarna þarf eitthvað mikið að hafa gengið á. Er það ekki? Þarf útskýringu. Þú veist, heldur að maður veit ekki alltaf eitthvað hvað gerðist. Er það, þú veist, þetta er alveg... Hvernig gerist það? Svo góð spurning. Hvað gerðist? Ég væri til í að vita hvað gerðist. Það hefur eitthvað gerst. Já. En þú hlýtur að vita, ef einhver fór á útskýringar, þú hlýtur að vita hvað þú gerðir. Já, ég er að segja það. Það kemur ekkert bara... Það gerðist á milli ykkar. Já. Það hlýtur að hafa eitthvað gerst. Manneskja fer ekki úr utanlandsferð. Án útskýringa. Það hlýtur eitthvað að hafa gerst. 100% tengt þeim 2, skilur við. Það er ekki tengt einhverjum öðrum að þú myndir alltaf útskýra vinkunniðinni bara já, þú veist, þetta kom upp á heima og ég verð að fara heim. Einmitt. Þú myndir aldrei fara eða eitthvað kom upp á heima, þú myndir aldrei fara á þess að útskýra fyrir ykkur, skilur við. Bara allt í enn ég horfin, bara pack my bags. Og nei, sko bæði það og hafa ekki talað saman síðan. Já. What happened? Something happened. We know that. Já, true. Svo er ein hérna, hún stal fötunum mínum og klæddist þeim og þóttist eiga þau í útlandaferðinni. Oh my god, hvernig gerir þetta? Það er galið. Ógeðslega obvious. Bara nei, þetta er pilsi mitt. Það er græna pilsi mitt með pæljóttunum. Magniðan mæti bara í því ég hef ekki séð það. Ég bara, er þetta ekki minn pils? Já, ég keypti það bara í Söru. Maður er bara ofta sér fólk vera að ræna fötunum með vinkonu sinni og þú veist ekki þú veist tekist þetta sér sín föt. Ég hef lendið í þessu. Sunna hefur lendið í þessu. Já. Yfir ykkur átfiti? Það var ekki átfiti, bara svona meira, já. Oh my god. En ég hef sagt meira svona útifatnaður. En það var í svona specific ferð líka þar sem þetta er bara svona þú þarft að útifatnað. Birtist ekki bara einhver nýflík og þín horfin. Nei, bara sömu sekundu. Allir að leita henni bara það er mjög weird. Ég líka sá út í mann kjóli minn. Ég lánaði gamallri kunningja vinkonu minni kjól. Svo allt í henni sé ég hann að vera að selja hann á Facebook. Nei. Ég líka bara, ég er alltaf að call people out. Ég var bara að býta, er þetta kjóli minn? Já, kommentaðu það? Nei, ég sendi bara á hann. Já, ok. Lét hann bara sem hún glemdi að þú ættir hann? Já. Nei. Maður man alltaf hvað maður fær lánað. Já. Maður man alltaf að bara ég á þetta ekki. Já, þú veist alveg hvort þú hafi keypt þetta. Já, mikið fast fashion vandamál, skilur við, eða bara kannski. Ég kaupi svo mikið manni hvað ég keypti. Bara goopy fish hérna, en samt sem aður, kannski ekki þessu tilfelli, og kannski settur það í geymsluna. Óvart. Nei, þetta var bara svona 2 mánuðir seinna, sko. Já, það er galið. Já, þetta er ekki svona, þú veist. Þetta var eitthvað kjóllút, þetta er síðan dúkkuhús sem var í gamla daga, sko. Já, þetta er bara kjóll sem að, það var enginn að panta svo á netinu á þessum tíma, sko.
Sí, það alveg fokkin, já. En þannig var maður alltaf að selja á Facebook eitthvað sér, þannig að það ógeðslega auðvelt að sjá hvað að selja. Já. Það er ekki sem fyrir eftirlátt að I sold her clothes, you'll never know. She will never know. Nei. Var alltaf að skilja mig eftir á djamminu fyrir stráka. Ég held að þetta sé mjög algengt. Já, þetta er mjög algengt. Já. Í útlöndum samt er óþægilegt. Það er mjög Þú veist, ég heima og einhvern veginn, ok, ég get bara farið heim að svona auðvöldra og leiðilegt, en í útlöndum ég myndi trillast. Ég myndi sko ekki vilja. Ég fegin náttúrulega bara, þú veist, allar okkar vinkonur í samböndum eiginlega. Alltaf hér allavega. Já, en bara, þú veist, ég myndi ekki vera örugg með ef einhver vinkona mín væri að fara eitthvað með einhverjum strák í útlöndum. Ég myndi bara vilja, þú veist, það er það þessi virði, vill ég bara fara örugg heim með vinkoninni. Já, það er enda góð punktur líka. Þú bara sjálfur er bara hræddur fyrir hennar hönd. Já. Klálega. Ég myndi ekki fara að sofa, sko. Nei, ég væri bara klukkunni. Já. Bara má ég sita fyrir utan? Í útlöndum, maður veit ekkert manneskuna. Nei. Nei. Og hugsið ekki alltaf líksöguna. Alltaf. Það var Varstu búin að heyra hérna? Og þetta er alltaf frænka ykkur frændi ykkur, skilur. Já, þetta er alltaf eitthvað. Hver bjóð þessu Þú varst með okkur þegar Solla var að rifja hann upp líka. Já. Það vissi ég vissir hana. Ég er hérna fyrst ég var bara lítil. Ég líka. Og allar áður en við fórum í útskriftafærðina. Já. Ég meirist að fekk söguna, sko, alltaf þegar ég lappa fram með hennu húsi sem er alltaf húsinu minn á Spáni, þá er ég alltaf, í þessu húsi gerðist þetta, þegar ég fekk söguna með þetta hafi gert í ykkur húsi. Ætlar ekki eitthvað að segja samt söguna, af því að kannski er ekki allir sem hafa heyrt þessa söguna. Ég skal segja söguna. Þetta er sem sagt, sagan er þessi, og þú veist, það eru til alls konar svona version svona með minni dítilum inn í henni, en þú veist, ég ætla að fara upp á svona hvað bottom line er, en þú veist, það eru vinkonur á jamminu, og það er ein stelpa sem kynnist strák, sem maður er bara ótrúlega skotin í, og þau eru bara eitthvað að kyssast þarna, eitthvað svona, og það er bara, eru svona touchy-feely á jamminu, og hann er að bjóða henni heim, maður koma heim með sér og hún alveg nei, þú veist, ég er að fara heim held ég næsta dag eftir 2 daga eitthvað svona, hún var alltaf að fara heim eftir smá stund þannig að hún endur á því að fara ekki með honum heim, er það ekki? Jú, hún fer ekki með honum heim fer síðan bara aftur heim til Íslands af því að þetta átti að vera gest fyrir íslenska stelpu og og fæ bara þvílík útbrot og líkamann og bara guð, þú veist, hvað gerðist skilur bara hvað er gangi, bara tekur með sólina og eitthvað svona, fer til læknis Já, svona mikið kringum munnin mikið svona í framann svona, Já, því hún var að kissa hann Já, en hún tengdi ekki þannig að það væri eitthvað varandi kossana kom svo í ljós þegar þetta exem eða útbrot eða hvað sem þetta var skoðað að þetta tengist því þegar manneska hefur verið að snerta lík og þá var alveg þurft að kryfja upp hvað mann hún hefði verið að kissa og hvar hann var síðan seinna meir fundinn farið heim til hans og þá er hans þess að náriðill, já og fundu stelpur heima hjá hann Já, hún var með lík í frystikistunni Já, og þetta gefur mér sko gæsað every time Já, ég heyrði nýja svona sög á TikTok úr podcasti Það? En ensk, þú veist, á erlend, skilur bandarísk. Já, ég held hana líka á ensku. Ég var bara, þessi var öðruvísi. Það? Já, þá sagði gaurinn, my sister's friend, var svona, er það? Þetta er bara eina þessum sögum sem gengur, en hann sagði bara... Var það ekki Glenn? Var það ekki? Jú, það var Glenn! Þetta var Glenn! Og gæinn úr, með Sydney Sweeney spólan hana... Já, Glenn Powell eða eitthvað. Já. Ég veit ekki hvernig þetta er. Já, Anyone But You. Anyone But You, já. Þetta er sá leikari. Þetta er leikari, sagði þetta. Anyone But You, nýja. Með Sydney Sweeney gælan úr Euphoria. Ljósar... Nei, ég held ekki búin að sjá hana. Ok, en þessi leikari var bara að vara í podcast og var að segja frá þessu. Hann var að segja my sister's friend. Hann eftir því ég var bara svona, Já, en það var öðruvísi tvist. Já, hann var sérst að segja að vinkona systur hans hefði verið erlendis, hitt gaur, orður þess að hrifin á honum, eitthvað svona, eða hvort sem var erlendis, hvort það gerist bara í bænum þeirra, ég man það ekki. Allavega, og hún hefði verið bara svona orðið skotin í honum, hann býður henni heim og hún fer með honum heim og hún er bara orðin gett svona drowsy og bara hún er að drekka og svona, hún er bara svona, ég þarf að fara að koma mér, þú veist, ég þarf að fara að koma mér, skilur í burtu og bara koma mér heim og svona, og hann spyr hvort hann eitthvað svona, hvort hann eigi olíubirana eða hvort hann eigi að nutta hana Já, það var ekki þannig, já Þú veist, á ég ekki að nutta þig eitthvað þannig og ég man ekki alveg, þú veist,
ég vissi ekki að samtala komið til leiða þangað hann er double check þessari sögu hvort hann setti smá á hana eða eitthvað svoleiðis, eitthvað svona olíu sem hann ætla að nutta og hún er bara, nei, heyrðu, ég þarf bara að fara heim ég er bara ógeðslega áravitt fer heim, svo er hann bara svona með gett, þú veist sviða í húðinni eða einhvern veginn fattast það að þessi maður var sem með krem sem að já, eyðir upp bara flesh, bara human flesh hvað bara acid eða eitthvað já, eitthvað slíkt þetta var eitthvað svona krem eða planta eitthvað sem étur upp bara mann en var hann þá í hanskum já, hlýtur að vera þá var það eitthvað þannig já, en þá ætlaði hann að borða hana var það ekki málið? Það var að manna þetta nei, þetta átti að eyða bara upp ykkur svona ég veit ekki, mér minnir að það hefur verið endi sögurnar já, það var eitthvað svona og hvernig komst hún í burtu? Hún fór bara heim og síðan fekk hún sviða eða eitthvað í húðina, var það eitthvað að húðina hennar, þetta er mjög svipalík sögunni, náriðla sögunni en ég hef líka heyrt aðra svona að því við erum þar skilur við getum tekið fleiri vinkonur break upp eftir en ég bara verið að segja þetta ég hef heyrt, og þetta átti að hafa gerst í Bretlandi og það var stelpa á Uber-deiti, já, ég veit Tinder-deiti eða eitthvað, þú veist, eitthvað svona stefnumóta appi, deiti og fyrir hittu gaurinn og eitthvað svona og það er rosa næs og svo er hann bara, viltu koma með mér heim? Hún er bara, nei, veistu, þú veist, ég er bara góð ég ætla ekki, þú veist, eitthvað, hann vil bara come in for a cup of tea og veist, það er mjög náttúrulega bara svona algengt í Bretlandi bara klára spjallið, viltu ekki bara koma og hún bara, heyrðu, jú, veistu ok, ég kem kannski bara já hljóður saklaust já, og hún bara, jú, ég kem bara já, þetta var heima hjá henni þannig að hann kemur inn til hennar bara, can I come in for a cup of tea þannig að hann kemur inn með henni og þau fá sér þarna te og eitthvað svona og svo bara einmitt er hann bara þú veist, hún leggur bara lyklana frá sér og svo er hún bara, wow, hvað er orðin þreytt ég er bara ógeðslega þreytt og ég maður eitthvað óþægilegt og hún er svo, þú veist, eitthvað bara sorry, þessi endakvöldi svona snemma en bara ég er hún ógeðslega þreytt bara let's catch up later, skilur og hann er bara, ok, ekkert mál og hann fer bara og hún bara, hún lokar hurðinni hún slekkur ljósin og hún fer bara upp þið veit hvernig það er í Bretlandi svona, þú veist, svefnherbergin uppi og hún fer bara upp að sofa svo vaknar hún nóttina og er alveg bara svona pínu árafitt bara svona, wow, ok, þú veist ég er að sofa aðeins fastar en ég sé vanalega en heyrði það var eitthvað svona eitthvað í gangi niðri og hún er bara, hvað er að gerast bara, hvað er í gangi niðri hún bara verið skítrætt þannig hún ringir lögregluna og bara, það er eitthvað heima á mér og hún er bara hvíslandi og hau bara, ok, getur læst hörðinni hún reynir að gera það og ég bara, hvað og þau eru bara með í símanum og svo er hún bara, ok, lögreglan mætt fyrir utan og hún heyrir hún lögguna ryðjast inn og svaka svona umgang. Já, bara læti svo bara svona allt í nöku komið upp í herbyggi og bankað og hún bara svona þú ekki að opna og þau bara, þetta er lögreglan, þú máttu opna svona, og þau opnuðu bara, við verðum að biðja þetta uppi bara þú ert ekki að fara að koma niður strax þetta er ekkert mál, bara við erum að klára en við komum eftir smá við sækið bara býtu hérna og svo er ekki lögreglumaður sem beið með henni og svona hafið þið heyrt þessu? Nei, ég er stressuð því ég bara ég hef heyrt hana, ég veit hvort það heyrir hvað er að gera sig það er vitið nei, ég er sko bara í magan hvað er litið samtala okkar þanga en ok, þannig að hún bara svona býður uppi og svo bara, þú veist, er henni tilkynnt bara setni kvöldi þegar það er búið, þú veist, að græja allt innan gæsalappa bara hvað gekk á, þá hefði sérst maðurinn sem hún tók hana með sér heim for a cup of tea og það var ekkert alvarlega, hann bara super nice hann hefur sett eitthvað í drikkin hennar til þess að svona semi-byrlinni svo hann myndi sofa fastar eða eitthvað slíkt og hún bara algjörlega rótast, hann tók lyklana hennar, stal þeim kom síðan aftur kvöldið þegar hún var sofandi og þarna var hann þegar hún var sofandi átti að vera alveg rótu út í því að plasta allt bara Dexter Morgan dæmi bara að hann ætlaði bara að myrða hana bara, hann ætlaði bara að skera hana í, þú veist, þau var stór hnífur en þú veist, ok, bara gæði random pæling allt í eins og kom til mín þegar maður séð í bíóspólum með blóðið á plastinu er aldrei fundið þetta plast einmitt og líka þannig að þetta brenna plast eins og í Dexter er það bara að brennur það kemur svo mikið lykt og brennur plast en í Dexter og sér maður hvert þau fara hvert hann fer út á bátinn en maður sér ekki allt stöffið hann ganga frá þessu saka og koma og lappa út með eitthvað risa plast þú veist hann er bara sett það í plastboka hann er náttúrulega að setja líkið í plastið og henda það onni það ekki
Ég að seinasta þættinum á Dexter Morgan sko. Ég hef aldrei séð það og hann ekki cannibalism Nei, hann ekki cannibalism Sunna var bara að vera bara já, hann Dexter, þú veist hann cannibalism ég bara ekki segja mér ég sagði bara mannæti þættinni hana já, ég var bara ég var bara ekki segja mér ég ekki búinn ég held að vera eitthvað plott að fara að gerast ég spoila bara feitt og svo var ég að tala þetta við ykkur ég spoilaði fyrir Magni að það var mannæti þættir það var allir bara hann borðaði ekki, ég eitthvað, jú, ég bara alltaf bara frá ég var lítið, ég horfði þegar ég var svo ung, ég var bara, oh my god, hann að borða fólk, hann var að borða því alltaf. Ég var svo confused, ég bara breytti þau svona mikið bara í seinustu seríunni, bara nú byrja hann að borða fólk. Ég var að borða alltaf tíman. Nei. Það kemur alltaf svona steik á munni. Þannig að intróið svona svolítið skrítið, já. Hann svona sker eitthvað og svo hann að taka eitthvað. Já, og svo kemur bara steik sem hann að steikja og svo bara borða, þannig ég var bara, that's it. En vitið hvort það sé fakt eða kannski er hann aðeins, nobody knows kannski var þetta svona who knows, maybe ok, við erum að tala með mannætur og nárið já, þetta flott, við erum alveg komin að þangað get out of topic ógeðslega hugga í Króatíu og við erum að geggja view þeir náttúrulega séu ekki view view okkur frábært og við erum að tala um það líka eitthvað partí þetta hinum minn, ég ekki búin að heyra dundrati tónlist sem búin að ég var bara að heyra hundin ég held það bara í dóparmanninu herru, ég ætla að taka inn þennan nýja sögu sem kom inn í e-mail hún er alveg löng nei, þessi er stutt ok, þessi er löng ok, tökum þessi næst hæ, smá storytime við vorum sem sagt í viku í útlöndum í æfingaferð og við vorum 40 manna hóp við vorum bara krakkar og svona 50 fullorðin og svona 90 manna ferð þá við fórum í eina viku sem var alveg nóg við vorum 8 sem voru mikið saman og ein var alltaf pirra út í allt og alla og svo voru 2 æfingahópar sem æfðu saman og við fórum 6 í betri æfingahóp og 2 af okkur í verri hún fer og biður að vera með okkur í betri hópnum en þjálfarnir sögðu nei og þá byrjar hún að vera pirruð en svo kom á kvöldi númer 3 og ég var að tala við nokkra sem eru yngri en ég og þær sögðu að hún lét eins og hún var í full og svo hrauna hún yfir mig og 2 yngri stelpur. Hún sagði að ég væri búin að vera drullu leiðileg við sig. Mamma mín var líka farastjóri og hún sleikti hana svo mikið upp. Svo var ég að hanga með vinum mínum á hótelherberginu þeirra og hún var hrifin af einum og hann sagði við mig að hann væri ekkert að fíla hana og ég fekk að opna snöppin hennar í símanum hans og hún vildi ekki horfa á mig restina af ferðinni. Þetta er saga mín. Það allavega nokkri sem hvað segir þið stelpur? Ég ætla að klára setningum hérna þegar ég heyri hvað ykkur finnst. Þetta er náttúrulega, þetta eru yngri krakkar. Já, þetta er yngri. Ég datt smá út þarna þegar ég var að hugsa þau eru mun yngri heldur en hún er bara, þetta er svolítið það sem við vorum að tala hún er bara afbrýðisem út í þetta er það sem við vorum að tala daginn hún er greinilega bara afbrýðisem út í vinkonur sínar sem eru kannski aðeins betri en hún í íþróttinni og er bara ekki að höndla það vel ég held að það sé máli þetta er afbrýðisemi en þú, samt sem sendur okkur þetta hefði svona smá, þú veist var nauðsynlegt að þú væri að chilla með strákunum hann segir þér að hún sé hrifin af sér að þú væri að opna snöppin frá henni já, það er alveg ljótt það er smá ljótt það er kannski fyrst hann eða vandræðalegt skiljanlega, þú veist, hún er kannski að reyna eitthvað strák í gegnum eitthvað Snapchat og hún er verri í þessari íþrótt og hún er bara lítil í sér og þó, sko, eins og maður á ekki að vera afbrýðisamur út í vinkonum sínar en hún verður það kannski ekki þegar hún verður aðeins eldri. Þetta er svona kannski svona, þetta þroskast af manni. Yfirleitt. Já. Mjög 100%. Og svo, ég er sammála. Ég held þetta sé mitt bara, það er ennþá ung. Já. Það er ekki fallegt að opna snöppin. Hún hefur kannski bara verið með svolítið lítið lýsir þarna og eitthvað smá afbrýðisemi og kannski og smá insecure og líka að þetta setur í verri hóp með 2 og fleiri hinn það er langa að vera með hinn þetta er svona svo í grunnskóla þegar maður settur í þú veist bláa hópin, rauða hópin, græna hópin þú veist maður var alltaf smá lítið eða bara í lið og síðustu bara en líka nobody wants me toxic, hvað skiptir bara ekki íþróttaþjálfari mann lið en líka eins og hún er í verri hópnum hún er kannski bara þarna for the fun og þá er búið að taka henni frá vinkonum sínum og hún er þarna bara eitthvað líka bara 2 bara komið með 6 eða 8 veit ekki hvað íþrótt þetta geti verið nei, það voru örugglega fleiri það voru bara 2 af þessum hóp
Já. Ég var bara svona, ef þið væri bara í betri áfnum, þú og Eva Magna, þið væri bara í betri áfnum, ég og Birta væri í verri áfnum, ég var bara, let's make this fun. Já, bara, gotta do what you gotta do. Við erum bara lélegar og við ætlum að gera það skemmtilegt. En það kannski keppnisskap og eitthvað svona. Og ábyrgðsemi. Ábyrgðsemi, já, klálega. Aðalega ábyrgðsemi, en hinn bara, svo sem sendi þetta, brost ekki alveg rétt við heldur. Nei, ég alveg sammála því. Já, það má alveg fara, varstu með hina söguna opna hjá þér? Já, ég leyfi þér að lesa hana. Ok, vonandi. Ok, ég og fyrirverandi vinkonu mín fóru saman til Frakklands í skólaferðalag. Við vorum ekki búin að vera það lengi vinkonur, en samt það lengi að við ákveðum að taka auka áfanga í frönsku til þess að fara saman. Fun. Svo við vorum í heilum áfanga saman og vorum að læra og fórum svo í lok áfangans til Parísar. Okay, það er mjög gaman. Allan tíman sem við vorum saman að læra í áfanganum að gera verkefni vildi hún bara vera með mér. Og hún sagði hún vildi ekki vera með hinum stelpunum því þær voru svo fake og eitthvað spes á meðan þær voru eitthvað fake og eitthvað spes á meðan ég vildi vera að kynnast öllum sem voru í áfanganum því að við vorum bókstaflega á leiðin til útlanda saman. Þannig að einu svona smá tilbaka, hinn bara, nei, þú veist. Ég vil bara vera þér, engum öðrum. Ég myndi til dæmis ekki, ég myndi vera hinn sem vill vera með öllum og kynnast öllum og þú veist. Já, þetta svolítið, já. Þetta smá svona personal issue. Já, 100%. Allavega svo kom að ferðinni og við vorum bara alltaf tvær fastar saman. Og ég man alveg frá fluginu fannst mér hún í einhverju skrýtnu múti en hún sagði mér samt ekkert hvað var að. Svo erum við í ferðinni og við erum bara alltaf bara tvær einar og mér líður alltaf eins og hún sé óánægð og ég er alltaf að reyna að spyrja hana hvort hún sé ánægð og hvað hún vill gera. Svo seinasta daginn vöknum við og ég finn að hún sé ekstra mikið ekki í góðu skapi. Svo ég ákvað að segja ekkert. Gerði mig til, fór niður og þennan dag áttum við að gera ratleik fyrir skólan en byrjum á að hitta alla krakkana niðri og borða saman. Svo fórum við tvær einar í eina búð og á meðan við erum þar inni byrjar að rigna bila mikið. Það sem við erum núna erum við þar sem við vorum cirka klukkutíma frá hótelinu okkar og hún vill fara upp á hótelina og jakka og fara svo að byrja á ratleiknum. Bæði við erum við hliðin á fyrsta stoppinu fyrir ratleikin. Ég sagði við hana að við gætum bara keypt okkur regnhlífar og byrja svo við eyðum ekki 2 klukkutíma á deginum í lest fram og tilbaka. En hún vildi bara fara aftur upp á hótel. Svo við förum í lestina en lestin er stopp því það var verkfall í gangi. Þannig að lestin er ekki að fara af stað og við biðum í svona 10 mínútur því ég segi við skulum bara fara því lestin er ekki að fara neitt. Þá öskrar hún á mig, farðu bara ein þá. Okay. Ég svar ekki og sit bara ennþá og við sitjum ennþá í svona 5 mínútur. Þá segir hún að við skulum bara fara því að lestin fer ekkert af stað. Við löbbum upp og þá meira að segja hætt að rigna og hún segir við skulum bara drífa okkur að klára hann ratleik og þá getum við bara farið að gera eitthvað annað. Og ég segi já og byrja að labba rösklega á fyrsta áfangastað fyrir ratleikin. Þá byrjar hún að labba rosa hægt og er bara í símanum. Svo ég býð eftir henni og segi við hana það sama og hún sagði við mig. Við skulum bara drífa okkur að klára það og þá getum við bara farið að gera eitthvað annað. Þá byrjar hún bara að öskra á mig og ég fæ nóg. Ég sný mig við og labba í burtu. Ég hljóp niður á einhverja lestastöð og er að labba í hringi og ég hringi grátandi í mömmu sem hringir í kennara minn og ég hringi aðra stelpur sem voru með okkur í ferðinni og ég fer inn í og ég fer inn í herbergi okkar og biðst fyrirgefningar og hún segir allt í lagi. Daginn eftir eru að fara heim og við vöknum og ég finn ennþá sömu neikvæða orku frá henni og ég tala ekkert við hana, sitt ein heim í fluginu og tala aldrei við hana aftur. Oh my god. Sko. En þannig er það bara kannski að vera hans og þrjóska líka. Já, og bara svona já. Ég held að það séu bara alls ekki líkar manneskur. Nei, já. Bara mjög miklar andstæður. Já. Þú veist, með geðið mikinn extrovert og mjög mikinn introvert. Þú veist, þú getur verið blanda bara ambivert eða eitthvað. Algjörlega. En þarna er þetta, já, manneskja sem vill bara alls ekki og er smá kannski að eigna þig. Já, það er og meðan þú viljir, þú veist, tala hennan, en líka bara svona, þú veist, þú er aldrei gott að vakna og finna slæmt væp og ekki segja neitt. Ekki segja neitt, nei. Ég veit að kannski viltu eftir svona silent treatment kannski, ég bara svona alltaf, hún er ekki að fucking segja eitthvað, skilur. Það er oft þannig sem að þetta er það þrjóskugýr maður bara. Mjög ég þrjóskar. gæti það samt aldrei, sko.
fara í ferð, vera að taka frönsku áfanga, fara með vinkonu sín í ykkur ferð til Parísar og hún vildi bara vera með mér, vildi ekki kynnast neinum og væri svo með ykkur svona fílustjórnun á mér og er að stjórna mér þess ég bara öskara síðan á mig, bara ef þú öskarar á mig sem vinkona, þá sitt ég fótið niður, sko. Þú veist, maður á ekki öskara á vinkonu sínar. Mér finnst það bara númer 1, 2 og 3. Já, samlega. Bara... Já, 100%, það bara... Alltaf flegast og öskara á þetta. Já, bara öskara ekki á vinkonu sínar, sko. En þannig þetta einmitt bara, það að kynnast kannski svona þessu öðruvísi í útlöndum, þetta hefur örugglega aldrei þróast svona ef það hefur bara verið að hittast öðru hverja heima, sko. En samt var hún heima líka stjórna hverjum hún var með og þannig. Já, reyndar, já. It sounds like a personal issue. It does, it really does. Þessi mannski kannski vildi ekki vera leiðilega mannski en hún kannski fílaði hana en þetta var kannski, já, þetta er alveg... Smá meðvirkni með, þú veist, maður getur oft inn í meðvirknistæmi. Já. Hinn þarf bara að finna eitthvað svona sem matchar energy eða vilja vera bara kannski tvær saman bara, eða bara, þú veist, tala við hina mannski og segja bara, hei, ég fíl þetta ekki og bara, kannski bara, þú veist, eitthvað sem hún getur unni í, af því það er ekki allir sem eru feimnir kannski tengja við það að þeir langar ekki að vera feiminn, þeir langar að vera feiminn, þeir langar að kynnast fólki en þú þorið ekki, þú ert ekki nógu örugur í kringum annað fólk, þannig að það er kannski bara svona meira að bara leiðbæna mannskina og þú veist að leita sér hjálpa, leita sér að einhverjum sérfræðingar sem hjálpa þér að koma þér úr skilinni eða bara sjálf bara hvernig get ég aðstöða að koma úr skilinni. Já, hvernig ætla að segja þetta aðstöða vinkonum sína að vera svona í svona hóp meira ef hún er ofin? Sko, við rættum aðeins að sundlega bekknum á hann, þú veist hvað maður getur líka verið þakkláttur fyrir að vera called out og hvað maður þurfa stundum að vera tilbúin að fá call-outið og einmitt, aftur, again, ekki taka þig persónulega, skiljur, að því þú vilt, þá er ég meint öðru sér, ok, máli þú vilt frekar vera called out heldur að sé loka á þig. Já, 100%. Þú veist, þú vilt, bara segðu mér að orka mín sé svona, þú veist, segjum að ég sé búin að vera ógeðslega neikvæð sem ferð, þá myndi ég vilja að það væri bara Birta. Þú ert bara pínu, bara bringing the mood down, skilur og þú ert að vera ógeðslega neikvæð, bara er eitthvað, getur við hjálpaði með eitthvað, er eitthvað að, skilur eða bara getur við ekki smá tíma og bara komið til okkur, komin í betra skap svo skemmir ekki fyrir okkur. Algjörlega. Og þarna er svo ógeðslega líklegt að ég sem manneskja myndi heyra þetta og bara fara í þvílíka vörn og bara byrja, þú veist, það er svona oft sem fólk grípur í, fara í vörnina, fara að skjóta tilbaka, taka þessu með leiðindum í stað að vera bara, vá, ok, fábyrju, kannski bara aðeins lítið eigin barm og vera bara, hvað get ég gert betur, er þetta rétt, þú veist, er þetta óréttlátt og eitthvað þannig og svo ég myndi fara að vinna úr því og það er sama með, þú veist, svona moment, þú veist, þeir eru svona ógeðslega ólíkar og þeir eru að kynnast og það ertu líka verið bara svona, herði, ég fíla ótrúlega mikið, þú veist, bara að tala við alla og eitthvað þannig og ég veit að þú ert kannski meira, þú veist, undröðsmanneskja, get ég eitthvað aðstoða þig eða þú veist, á ég að halda lítið partí heima okkur og bara bjóða heima á mér og bjóða tveim til viðbútar og líka bara vinna saman, þú veist ef vinkonan veit að vinkonan er, þú veist, ef extrovertin veit að það er introvert, að vera þá dugli ég bara, herru, við erum hérna saman we're a team here og, you got me, you got me og manneskan tekur hana inn og er bara prófa að kynna þú veist, og er að fullu, þú veist, alltaf að smúða og ef hún á erfitt með að koma sér inn þá á extrovertin að vera bara, já, herri, hún er geggjuð í þessu og hún er góð í þessu og reyna alltaf að inklúta hana með í samtölun, skilur og líka set ekki bara út í hotni og þú er ekki að koma með mitt input bara að segja bara, Eva, hvað finnst þér þetta? Og þá hefur Eva tækið fyrir að segja mér finnst þetta og þá kannski kemur hinmannskjan sem þú þekkir ekki bara með eitthvað punkt sem þú er svona, já, ég tengi og þá kannski nærðu að opna þig en líka bara eins og að spyrja, þú veist feimnu manneskina bara hvað er það sem þér finnst óþægilegt, þú veist, ertu hrædd að segja eitthvað asnalegt, ertu eitthvað svona, þá er kannski þetta svona komast að rót vandans og bara svona finna lust til þess að gera þetta minna óþægilegt. Algjörlega. Og ef það kemur eitthvað óþægilegt, þá er extrovert vinkonan mætt til þess að bakka upp ef það verður óþægilegt. Þetta er bara teamwork. Já, þetta er það. Svona með svona feimnu fólk líka er svona, þau kannski þú veist, líður svo fólk heyrir ekki í sér og að fólk heyrir ekki í sér og það er kannski gott að manneskja myndi þá endurtaka kannski eða bara svona, hvað heyrðu ykkur Birta sagði? Bara hún sagði þetta og þá kannski fær hún mér kært til að vera hávarar, skilur ég tengi ógeðslega mikið við þetta, ég var ógeðslega feimin ég veit alveg hvernig þetta er að vera sjúklega mikið introvert en ég er bara breytast í millivegin samt meiri extrovert heldur en introvert. Ég er bara lent oft í þess að því að ég er svo mikill extrovert og vinkonur mínar eru ekki eins mikil extrovertar og ég og þær eru ekki eins háværar og ég og allt svoleiðis þannig að ég veit ekki hvað ég er búin að, þú veist, gera oft bara svona
það verið að grípa fram í eitthvað svoleiðis og ég bara hvað varst þú að segja Sunniva, þú veist eða heyrðu hvað hún var að segja, eða bara stopp allt bara, heyrðu, hún að tala, þú veist þetta bara í þetta, maður setur það maður bara þú veist, þú ert að standa upp fyrir vinkonniðinni og þú ert líka, þú veist, acknowledge að manneskjan sé á staðnum og svolítið svona, þú veist hjálpa henni á sama tíma í, þú veist, stórum hóp og, þú veist, fólki, skilur þá gerur, en þú veist, ef þú ert með mannesku vinkonu sem virkilega langar að hjálpa, þú veist, að koma, þú veist, þeir eru búin að ákveða að gera þetta teamwork saman að kynnast kannski fleirum og þú ert bara aðstofa með það þú veist, þá oft best að byrja bara smátt og til dæmis ógeðslega sniðugt að finna eitthvað sem þið allar eru að horfa á og bara Love Island, Bachelorette, eitthvað og bara hittast heima og bara pröfa bara svona, þegar þá eru allar með topic til þess að tala það þarf enginn að vera vandræðalegur svona, að þeir sumir ofhugsa bara samtöl, bara hvað það kemur þögn hvað þú veist, skilur og bara finnst það gett óþægilegt, og það er oft óþægilegt í sumum aðstæðum, skilur sama þú sést feimin eða ekki og líka hversu oft hafa feimna manneskja lendið í að segja eitthvað ógeðslega fyndið, heyrir enginn í þeim svo segir þetta eitthvað allir springur hlátri ég svona manneskja og þá kannski ég alveg oft kannski þú veist svona fest mig á manneskjum sem situr hliðin á maður segir þetta brandara við manneskjuna og það þurfi ekki allir að heyra brandaran að þetta er ekkert eitthvað haha, grenjulhátur, þetta er bara svona skilur svona fliss þannig að þú veist, þá kemur maður kannski sem út sem kannski smá mingur þegar maður er alltaf svona að pikka í þessa mannski að bara svona, við erum báðað með svona húmor sem er svona bara, þessi er eitthvað húmor það þarf ekki að vera endalaust alltaf að segja eitthvað svona þetta er svona, skilur og þú veist, manneskjar sem er hlýðina mér svona sigur meira og þú erum við erum saman þú kannski grenjum meira hlátur eða eitthvað hannig en það þarf ekki að stoppa umræðina skilur, við veitum hvað ég meina og ekkert alltaf að grípa fram í en svo kemur einhver að heyra þetta og segir þetta ekki hátt ég sko, Bensi gerir í því að gera þetta við mig sko og hann segir brandarna þið ekki fatta það ok, ég sagði þetta fyrir svona 10 mínútur og nú er allir grenjandi hlátur yfir þér hann setti eitthvað ógeðslega He's taking your shine hann setti eitthvað ég hefði alveg getið sagt upp á það en ég var bara svona stundum fyndið að segja það bara lágt skilur mér var svo fyndið að hann setti eitthvað í Close Friends daginn og eitthvað mynda þér og svo fyndið text og ég bara haha fokka þetta fyndið og hann bara Svenni sagði þetta og Heli, þú veist, þá sagðir honum skilur, ég bara, ok, she's the funny one hann bara, skilur þá gat hann ekki tekið kreditið það var svo fyndið hann kemur allt, eða þú veist, ég veist ekki að myndi gefa mig kredit ég er ofta að segja eitthvað bull heima og ég bara, ég ætla að stela þessu ferður svo bara í vinnuna og segja bara skil ekki og hvernig lætur þetta koma náttúrulega fram núna fyrir hann bara í annan hóp eins og sem ég sagði daginn hann mun gera þetta í öðrum hóp og við yngir af okkur og bara þetta momentið this is the joke this is the moment where I'm gonna be the funny person þess vegna eru brandara til ég meina come on, skilur sumir eru með það náttúrulega, sumir eru að stela þeim og það er alltaf það er bara stundum þetta að gera heimaðunna sumir eru bara street funny like us, skilur sumir eru book funny, skilur læri brandara og bara hvað heitir það? Auðra brandara Fimmura ég er svo til að segja Ágúst sko, alltaf þannig að kemur með eitthvað geða fyndið eða nýtt eða eitthvað svona nýjan karakter eitthvað ég er bara, hvað lærður þennan frá hverjum er þetta hann er að fara að vera svona mánuður sem hann er að fara að segja það sama eins og hann er búin að segja allir í ferðinni nei og líka hérna hvað kallar hann ofta bjór? Bjeller hann er með alls konar og ég er alltaf bara nýtt orð og ég bara, hvað lærður þetta? Það er alltaf eitthvað nýtt bara hver var að kenna þetta og bara þegar líka bara komið með eitthvað álit bara, hver sagði þetta? Hver á þessa skoðun eins og hvað horfa upp í sólina það er holdt maður bara, who told you that? Let me think það er ekki holdt nei þú veist ekki, bara alls ekki ég verð blindið að smá sóleiki sko við eigum svo mikið að sjöumstelpur nei, við erum búin að fara í alltaf ferðar vinkonu dráma nei, er ein hérna eftir og við tókum einu í lokin bara einu í lokin, en svo eigum við bara fleiri þetta verður bara part 100 það er bara nýtt draugasögur let's go herru, henni er önnur sem tengist einmitt svona að fara í ferð ok, ég fer í 5 vikna ferð með vinkonu minni til margra ára í þessari ferð erum við að nota mikið af pening því það lítum kortaþjónustu ég drekk ekki mikið en vinkonu mín drekkur allavega 2-3 drykki með kvöldmátunum nánast alla daga það hlýtur að vera eitthvað svona splitta reikningum dæmi já, okay. eða ég veit ekki eða þú með að þið þetta, eða hvað, kannski ekki hvernig það byrjar, já
Þetta búið þannig. Já. Æpiti, hári fyrir mér, ok. Einn daginn hún úti að tala við kærasta sinn og ég heyri óvart í henni frammi vera að segja hvað ég leiðileg og ég vil ekki drekka með henni og ég vil gera hitt og þetta sem hún vill ekki gera. Við erum búin að vera þarna í ferðinni í 2-3 vikur þegar hún segir við mig mér finnst bara svo skrítið hvað peningum minn er alltaf búinn og þú ert alltaf miklu meiri pening en ég. Sorry, en hvers konar vinkona sakar þig að stela peningum sínum? Ég svara henni og ég segi henni að maturinn minn er ódýrari því ég borða ekki kjöt og ég fæ mér alltaf bara vasklas eða 1 Sprite með matnum að menn hún fær sér að minnstakosti 2-3 Smirnoff Ice með mat öll kvöld. Þarna á ég allavega 2-3 vikur eftir með henni í þessu ferðalagi og þetta verður bara verra og verra. Hún segir við kærastan að ég sé að stela peningum hennar. Hún tala mjög hátt svo sagt þegar hún er að hvísla í síman alltaf frammi. Og ég reyndi að láta þetta ekki skemma ferðina. Hellingar hlutum sem ég misti af því að hún var þunn alla mótna og vildi ekki vera ein og ég mátti ekki fara neitt án hennar. En toppnum var náð þegar við vorum að fara í flug heim. Hún var með e-maili af flugumönnum, þetta eru 2 flugvellir þarna úti og ég mátti ekki skoða e-mailið. Taxidræfurinn segir hvor flugvöllurinn og vinkonum í svara flugvöllin sem við erum svo ekki á. Við mistum þá af fluginu heim og hinum 2 í þokkabót þar sem við vorum í Asíu. Hún á ekki efni á nýju flugi heim, þannig ég borga bæði nýju flugin okkar heim og rukka hana í yfir 6 mánuði þannig til ég fekk peningin tilbaka. Við tölum ekki saman í flugunum heim, knúsumst á leiðin inn í sittkvað bílinn á Keflavíkurflugvelli og ég hef ekki hitt hana síðan. Þetta var fyrir 7 árum og fokk hvað ég átta mig á því að þetta var aldrei góð vinkona mín. Bara 100% ekki. Sá ég hann undir, sent from my iPhone. En hvað þetta er sátt fyrir hana. Bara hún hélt þetta væri bara góð vinkona sín og fóð með henni til útlanda í 5 vikur, þetta er ég oft hugsað og svo oft svona er eitthvað svona 2 vinkonur eða 2 vinir sem fara í svona ferðir og ég er bara svona djöfull það maður að velja vel skilurðu. Ég hef heyrt svo margar hræðilega sögur af svona reisuferðum. Alveg, ég veit marga og ég er talað um 2-3 ég veit marga sem þurft að fljúa heim so toxic bara hlusta á það en líka fólk er að fara í þessar reisur á svona aldri það sem ennþá að komast að því hverjir eru your true friends sko. Algjörlega en 5 vikur það er ekkert komið endilega þegar maður er 19-20 ára sko. Nei, 100% ekki maður er enda að fatta að maður þurfi ekki að vera vinkona allar sem maður vill ekki vera vinkona og maður er bara að setja mörg maður er ekki nóg duglegur að setja mörg og það vissum ekki hvað væri þegar við það var ekki andlega heilsu það var ekkert andlega heilsu eða gastísingu þetta er ekki til en þetta er hræðilegt og þetta skilur að eitthvað sé að ásaka þig eitthvað sem varst ekki að gera það er ógeðslega vont ég hef heyrt svona sjálfa mig svona, þú sagðir þetta og ég bara svona það kom aldrei, ég var bara svona þessi orðaforði er ekki til í munninu mínum bara orðin sem hún notaði bara myndi ég aldrei segja ekkert særi eins mikið maður bara svona, you're questioning my character bara ég myndi aldrei láta þetta út mér bara búa til eitthvað og þarna er bara einhverju ásakað að vera að stela peninga eins og hún segði þegar voru bara með cash þannig að hún ásakan að vera að taka cash hennar gæti maður Þetta grínast Þetta er bara manneskja sem er ekki að líti sin eigin barm Nei Það er bara allt við þetta er bara manneskjan Þetta er líka bara hún er það eru greinilega mjög ungar og þetta var ekki rétt á manneskjan en líka ógeðslega vont að vera síðan alltaf baktalana við kærastan sinn hátt og reyna láta hann að heyra það en þú veist, mér er alveg svona þú veist, it cuts extra hard ef ég var að baktala þig við Gunna það væri svona ekstra mikið svik bara, að því að þú veist, maður er svo góða vinkonur og þú veist, maður er einhvern veginn svona að ég veit það ekki, skilja hvað ég meina Já, þú vilt baktala, býttu þá með það eða langar að segja hvernig ferðin var ekki baktala, heldur, eða langar að segja maganiðinu hvernig ferðin var býttu með að þú ert komin heim ég líka allar fyrir assís og ekki láta manneskjur viljandi heyra það ég vera ekki fyrst að farið bara fram með og ert bara heyrði, ok, við líðum smá illa í ferðinni allt í lagi að segja makarinn sín og að ringja mömmu sína eða eitthvað, bara segja hvernig þið líður en ekki gera fyrir fram að manneskjuna viljandi svo hann heyri það en þú veist, er þetta eitthvað, er hún að reyna að afsaka við kærasta sinna af hverju hún er búin að eða svona miklu pening þetta er eitthvað áhyggjur líka þetta er alltaf pæli hverju meiri penings en hver var það ástæðan fyrir að ljúga af
hvað, ekki gefa hinum aðilanum flugmiðan og ljúga taxan hvað flugvöllur það var og pælingin það. Ég held að það bara geta útskýra þetta allt einu sinni. Ég hugsa, ég las það svona á milli línuna þannig að það hefur óvart hún sagði vitleysa flugvöll, en hún var bara ekki búin að leyfa henni að skoða því hún vildi einhvern tímann vera með stjórnina. Þannig að hún að stjórna, bara ég veit hvert við að fara. Hættu, ég skal bara sjá þetta. Þú þarft ekki alltaf að vera alltaf hreinu. Hún er búin að eiga meiri pening og þú vilt þarna bara vera með smá insecurity kannski. Ég með þetta, treysti mér. Þú þarft ekki alltaf að double checka. Og ég er með mækinn hér. Þú þarft ekki alltaf að double checka. Ég er bara að gleyma þetta. Ég líka. Við erum bara að spjalla, sko. Þú þarft ekki að double checka allt sem ég ger. Ég hef alveg stjórnað ykkur. Hvað er þetta að horfa á? Er ég með einhverja flugu? Ég sá þetta og þið eru búin að gera þetta með sem var einhverja fluga hér líka á þann. Nei, ég held að það sé bara your sweaty tits. Þú mátt alveg horfa á þau, sko. Fólk, sko, sem er að horfa í mynd, er að horfa á okkur bara svitna. Ég held líka að fólk átti sig ekki á hvað er heitt, sko. Í byrjun var ekstra heitt. Núna er svona kósi bara. Ég ætla að taka myndir áður við byrjuðum. Oh my god, sko. But we're still looking fly. 28 gráður. 28 gráður klukkan er fucking sko 8. En við sitjum í alveg lokni líka. Já, við gerum það. Það er ekki góla hér. Og það er samt líka, við erum líka í skugga. Þannig það er sama þó við værum einhvers staðar annars staðar, þá værum við líka svitna sig. En við værum kannski meira að standa upp og eitthvað og svona. En við líka bara gerum okkur til, gerum hárið og svo erum við bara búin að hann að maður svona. Veitu hvað ég er búin að hafa áhyggjur af bara sinni við byrjuðum? Hvað? Að hurðin inn í herbygginu sé opin. Oh my god, mýflugur og ég er að fara að sofa þarna. Ég fattaði bara í gær. Ég veit hvort þú fara að segja. Já, hurðin okkar bensið bara opin allan tíman. Við svona fórum að gana í herbyggi gerskvöldi og varum bara, oh my god, það er opið út í garð. Það var bara smá af þessu gæja niður. Þannig að það er svona gardínur opin. Gluggarnir okkar líka. Að það? Já, en ég held að gardínan sé nóg. Það var svona rifa hjá mér. En þetta er sko for safety reasons viltu vera með loka. Og það er alveg búið frekar heitin í okkur, mér finnst það alveg. Það, ok, já, það er ástæðan. Ég sá þetta í gær, ég ætlaði að opna út af því að við erum náttúrulega á herbygginu þarna niðri. Ég ætlaði að hoppa út og bara svona opna, það var bara, engin hurð. Það er bara gardína niðri. Já. Það sama, ég byrja að íta þessu dótana þú veist, en ofarskilur þú veist, það var svona smá rifa og svo ætla ég að reyna að opna glugga það var bara ekki gluggi, það var bara opið ég bara, get ég sett hendin út Glugginn þá opinn? Já, þannig að ég opna líka Það er óþægilegt Það er mjög óþægilegt Þú veist, ég bara maður sefur ekki rótt þegar maður veit að það er opið bara ég hef aldrei svo bara með gala bara í marga daga Hræðilegt En já, herru, við ætlum að halda við verðum bara að taka part 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 Það verðist vera, það er fullt af sögum og bara endilega að halda áfram að senda okkur Við tökum þetta bara oftar fyrir og fáum ofta svona gestakommentara á þetta Það er alveg ógeðslega næs að fá input líka fyrst bara svo fólk heyri frá mismunandi Já, líka bara gaman að vera svona inn í alvöru Við erum alltaf búin að vera svona mikið í girls chat Þannig að það er bara svo gaman að þú veist fá alvöru girls chat Því núna ég bara fór bara stingleima að vera að taka upp skrif Mér finnst það svo geggja að stelpur sé að senda þetta inn eða bara fólk sé að senda þetta inn því að þú veist, þetta er alveg umræða sem að á að taka og þú veist, þú ert ekki að þú ert að spjalla þetta kannski við þú ert að segja vinkonu þínum frá þessu en þú ert ekki að segja neinum öðrum frá þessu það er svo gott líka að fá, þú veist, bæði stelpur sem eru eldri og stelpur sem eru yngri og bara svona alls konar já, það er alveg sjúklega mikilvægt þannig að við skilja flott hver neitnað ykkur sem er að senda eða hver mannskjan er bara, og vita ekkert þannig að þetta er bara alveg hlutlaust algjörlega, mér finnst flott að vera að senda þetta inn þetta er einmitt the safe zone The Girl Podcast 100% og líka oft ertu ekkert með eitthvað marga til að segja frá þú veist að þú vilt kannski ekki segja vinkonahópnum því þá ertu svo sért að baktala en þú ert kannski svona ef er að koma illa fram með mig þú veist, er þetta off, er þetta weird þú veist, og vilt bara fá einmitt bara algjörlega third point of view sem er bara ekki tengd ykkur þess að við erum alveg búin að call out nokkra sem sendu sögu og held að þau voru in the good sem eru bara svona, herra, þú kannski líka í lítið einbarm. Þannig að ég held að, bara endilega sendu okkur og eins og við vitið, þetta er alltaf nafnlaust og við getum breytt nöfnum í sögu ef þið viljið og allt svoleiðis, en stelpur, ég held að við höfum bara að klára kvöldið í Króatíu.
Við ætlum að fara út að borða. Við erum að fara að borða, bara aðeins að standa upp og fara inn í AC-ið. Já, bara takk fyrir. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir að fá okkur. Já, so much fun. Bara geggjaði að taka tími í fríinu til að gera þetta með okkur. Þetta ekki að taka neitt tíma, við erum still on vacation. Við erum lafnið, sko. Við erum lafnið. Þetta bara nákvæmlega umræðin sem væri að fara að vera í gangi. Nákvæmlega. Akkurat. En Steffi, veitir hvað hún fara að gera núna? Hvað? Það Pix. Það Pix. Pix og Prosecco. Let's go. Annars bara, we love you besties og við heyrjumst næsta miðvikudag.